Hvernig gróa sár? Ég er með sár hérna á puttanum, skar mig daginn. Þetta sár, þið sjáu það núna, það er orðið þokkalega gróið, ekki alveg. En ég get sýnt ykkur líka, þegar sárið var nýtt, þá leit það svolítið öðruvísi út. Hvað gerist? Þetta gerist í nokkrum þrepum. Við erum með húðina og ef það kemur sár, þá kemur skarð í húðina. Og það liggja æðar hérna að. Þær geta verið slagæðar, bláæðar eða háræðar. Yfirleitt ekki slagæðar þegar þetta er svona grunnsár. En við sjáum það svolítið hvernig blæðir. Ef það lekur pínulítið blóð, hægt og rólega, þá er þetta sennilega háræðar sem eru minnstu æðarnar. Ef það rennur svolítið rösklega en samt svona jafnt og þétt, þá er þetta bláæð. Ef blóðið er eitthvað að spýtast, þá er þetta slagæð. Þetta voru bara háræð hjá mér, þetta var þetta grunnt. En æðarnar sem liggja hérna framjá, þær dragast saman til þess að minnka blóðflæðið, en þetta fyllist hægt og rólega enga síður af blóði, þó svo æðarnar dragist saman. Í þessu blóð eru blóðflugur og það er í þessu efni sem að mynda svokallaða fíbrín, svona trefja þræði. Þetta heitir fíbrín, þetta efni sem myndast, og það bindur blóðkornin svolítið saman og lætur þetta verða að svona bara köggli. Og hann fyllir upp í sárið. Síðan fer blóðflæðið að aukast aftur og þá rennur í þetta súrefnisríkt blóð og þá fara að vaxa þarna nýjar frumur sem búa til nýjan vef sem á endanum lætur sárið hverfa. Af hverju kemur þá örstundum? Jú, það er af því að nýji vefurinn, ef hann er þykkur eða mikill, að þá lítur hann ekkert alltaf eins út eins og húðin gerði fyrir. Það gerir stundum og stundum ekki. Þannig að þetta er svona mjög einfölduð skýring á því hvernig sár gróa.